Dýrfinna Torfadóttir gullsmiður með opna vinnustofu á Akranesi. Dýrfinna hefur fengið fjölda verðlauna fyrir skartgripahönnun sína sem bæði lifandi og litrík eins og hún sjálf. Hvað var til þess að þú varðst gullsmiður? Ég hafði alltaf áhuga á hönnun. Bara frá barnæsku að föndra eitthvað og leika mér svona með alls kyns hluti, fjörunni og svona, það sem ég alveg upp á Ísafirði. Og sást það bara strax í leik hjá þér að þú varst að skapa? Já, ég hef alltaf haft áhuga handan. Móður mín líka mikil handanmanneskja og það auðvitað spinnst út frá því og svo hafði ég líka hafði áhuga að fara í fiskmjöldsskólan. Sóttum þar á sama tíma sko. Ég vann í frystihúsi á sumrin og ég fann að það átti vel við mig. Já. Og fékkstu inn í báða eða fékkstu? Nei, ég reyndar sendi engin meðmæli. Ég vann í frystihúsinu öll sumar alveg frá því ég var bara unglingur og komst ekki inn en svo var haft samband við mig að því vöxturinn var alveg brjálaður að ég skildi ekki að fengi meðmæli hjá honum. Og þá var ég búin að fá svar frá Norri og dreif mig bara þangað út til að læra. Já, þú lærði gullsmiðina þar? Já, ég komst hvergi að hérna í Íslandi. Ég gekk svoleiðis á milli gullsmári enginn vildi mig heldur. Þú hefði þurft að fara á samning? Já, þurft að fara á samning og þetta var meira í ættum hérna áður fyrr. Fjölskyldutengsl og svona. Svoleiðis, og þú ert fyrsta í þinni fjölskyldu til að læra gullsmiði? Já, ég er fyrsta. Já. Var fólk ekkert hissa í kringum þig? Hvað varstu gömul þú fórst að læra? Ég var 19 ára. Nei, fólk var ekkert hissa á því. Ég tók iðnskólann í Ísafirði fyrst. Var ákveðin eiginlega að stefna þessu. Og svo sá ég bara auglýsingu á sama tíma frá Norri í Morgunblaðinu. Það var óskað eftir gullsmiðnema. Og ég sótt og svo þegar ég kom út, fór bara blint í þetta, að þá spurði ég meistara minn hvað olli því að ég hef fengið þetta. Þá sagði hann að ég hef verið eina sem kom frá svona smábæ, 3000 manna bæ og það réð úrslitin. Það voru flest allur Reykjavík eða Akureyri, það voru 18 sem sóttu. Hjá hverju varstu í læri úti? Ég var upp í Valdres hjá Knút Fossen Helle. Og hvað voru þið svona mestmegnis að gera úti í náminu? Það var norskt víruvirki og við vorum mest í þókbúningu, silfur eiginlega bara eingöngu og akkurat á sama tíma þá smíðum við fyrir konungsfjölskylduna og það var komið þarna allt mynda bak og fyrir. Ég var mjög stolt að vera Íslendingur og taka þátt í þessu. Þannig að 19 ára stelpa frá Ísafirði fer út og byrjar að smíða fyrir konungsfjölskylduna úti. Já, mér þótti þetta ævintýri þá. Mér finnst þetta ekkert sérstætt í dag. Og hvenær kemur þú svo heim og hvað tekur við? Sko, ég kem heim þarna ég var þarna 3. ár vegna þess að ég fekk ekki þetta viðurkennt úti og þurfti að fara heim til Íslands og taka sveinspróf hérna. Og þá fór ég til Akureyrar, komst inn þar bara strax og tók sveinspróf þar hjá meistara mínum sem heitir Pétur Breiðfjörð. Og hefur alltaf verið í síðan þú lærðir þetta? Ertu búin að vera að smíða síðan? Alltaf nema að ég fór til Noregs í millitíðinni og fór að læra því sjónfræði. Að því ég var alltaf ákveðin að fara til Ísafjarðar og mér fannst vanta þangað sjónfræðing, það er optiker sem kallað er. Þannig að þú ert læriður sjónfræðingur og gullsmiður. Já. Það er ekki margir sem vita það, væntanlega? Nei, ég hugsa ekki. Ég var með það, þess vegna hét búin í Ísafirði gullauga, því ég var með skart og gleraugu og vann svona 50% í sjómælingum og slípin og svo 50% í gullsmiðinni þar. Já. Hér ertu með búð og verkstæði á Akranesi. Já, svona vinnustofu eiginlega kalla ég þetta, svona workshop. Já, en er opið hérna á daginn. Ég ætlaði nú ekkert að binda mig svona, ætlaði að fara að minnka við mig þegar ég flutti hingað. En mér finnst líka gott að fólk getur komið og kíkt inn til mín. Þú ert dálítið þekkt fyrir svona bæði lifandi karakter og lifandi og skemmtilegt skart. Fallegt lifandi og skemmtilegt skart, myndi ég segja. Hvaðan færðu þessar hugmyndir? Ég hugsa að ég fái hana bara frá náttúrun og ég er nú svolítið svona milli skellibjalla svona svolítið. Lifandi manneskja, finnst gaman að vera til og kannski bara ég sjálf. Það smitar út í
karakter ég held út í það. skarti. Já. Þú hefur nefnilega verið að gera hanna sjálf og gera skemmtilegt, eins og til dæmis hálsmennið sem þú ert með hálsinn. Það er úr roði. Það er í roði, já. Þannig að þú ert að vinna með alls konar efni Alls konar efni, já. Hvernig kom, ef við bara tökum þetta eina dæmi fyrir? Já, þetta er þjóðbúningamestrið sem Sigurður Guðmundsson teiknaði og ég skerða bara út frá því. Og svo hef ég verið í alls konar svona roðhálsmennum hérna áður fyrir að minnka núna. Því ég er svolítið nýjungagjörn, vill alltaf gera eitthvað nýtt. Það hefur svona loðið svolítið við mig, fólk áttar sig ekkert á mínu stíla því ég er svona út og suður. Það er svolítið sem gerir þetta skemmtilegt. Maður er alltaf að sjá eitthvað nýtt frá þér, sko. Hvort sem að tengist bæjarfélaginu, því þú hefur líka verið að gera skúlptúra, eða ekki? Jú, ég hef gert skúlptúra fyrir svona bæjarlistamenn og við svona all tækifæri og líka lágmyndir. Já, þannig að velunagripi og viðurkenningar og svoleiðis, svona sér hannað. Já, mér er svolítið gaman að því, sko. Ég var nú tíma speklar að fara í framhaldsnám í skúlptúrgerð. En ég hef farið til Ítalíu á námskeið og svona. Ég hef verið dugleg að sækja námskeið líka. Endurmenntun. Já. Gengurðu alltaf með skart frá þér? Eða ertu með skart frá okkur öðrum? Nei, ég geng, sko, yfirleitt með skart frá mér, en ég geng með skart frá öðrum líka. Ég reyndar á skart eftir sem ég eiginlega bað bara að mér gefið. Þetta er Hjálmar Torfa, hann var svolítið uppáhaldsgullsmiður minn. En nú ertu með svo falleg gleraugu líka, svona, þú ert alveg óhrædd við bara að vera með þinn eigin stíl. Þú hefur ekkert verið að smíða neitt í tengt glerugum? Nei, ég hef smíðað, sko, gleraugu. Þegar ég var út í Noregi, þá vorum við þegar ég lærði sjónfræðina, eða optiki, þá var það verkefni hjá okkur að smíða gleraugu. Og ég hef gert, og svo eftir ég kom vestur, þá smíðaði ég gleraugu og ég smíðaði var ákveðin að smíða á Elton John og smíðaði gleraugu en það var nú Íslendingur sem keypti þau, sko. Ég ætlaði að láta Elton vita af því, sko, því að mér fannst hann alltaf svolítið svona skemmtileg karakter. Og ég gerði bæði úr plasti og málmi gleraugu. Og sýndi líka með skartinu, gerði oft í stíl, sko, gleraugu og skart, hálsmenn. Er þetta alltaf gaman? Mér finnst þetta æðislegt. Maður vaknar á hverju morgni alltaf ánægður.